komið sælir á, orðu góðir. Við erum hér stödd í Egilshöllin á Sport TV að fara að fylgjast með leik Fjölnis og ÍR í Reykjavík á móti karla A-riðli. Þriðji leikur ÍR í riðlinum A4, annar leikur Fjölnis. En nú er ekki nema 1,5 vika eftir af riðlakeppninni. Svo er undanúrslit viku seinna og úrslitaleikurinn í mars. Allt í beinni hér á Sport TV. Guðmundur Marinó heiti ég og ætla að fylgja ykkur í gegnum þennan leik þessara skemmtilegu Reykjavíkurliða sem leika bæði í fyrstu deildinni og kannski eftir að sjá þau eitthvað í sumar kemur í ljós. Þeir eru það Fjölnismenn sem byrjuðu að krafti. Þeir léku æðivel gegn nýliðum Víkinga í fyrstu umferðinni. Í fyrsta leik riðilsins sigruðu 1-3 og voru ferskir og samvarandi gegn í þeim leik arfaslöku Víkingsliðir endar. ÍR-ingar stóðu í Fylki sínum fyrsta leik og buðu upp á skelfilegan fyrri hálfleik þar sem var markalaus, en töpuðu svo 2-0 þar sem að Fylkismenn skoruðu í seinni hálfleiknum snemma. Þetta er líkið því gegn Víkingum í öðrum leik sínum. ÍR-ingar fá sér mörk snemma í seinni hálfleik eftir að hafa verið 1-0 yfir í hálfleik. Töpuðu þeim leik 3-2. Þannig að ÍR-ingar þurfa einfaldlega að vinna þennan leik. Allir eiga einu möguleika á að ná öðru á 2 efstu sætum riðilsins. Og líkurnar sé ekki miklar á því þó þeir vinni sína leiki. Það getur samt farið svo að þeir sitja eftir. Þeir verða að reyna að gera sitt. Fjölnismenn með 3 stig úr sínum eina leik og tækið 3 stig hér, þá verður þeir á toppnum ásamt KR í æði skemmtilegri stöðu. Við hlaupum yfir liðin, þá er það Hrafn Davíðsson sem er í markinu hjá Fjölni. Já, reyna hérna langa sendingu fram. Þorsteinn Einarsson grípur þetta með öryggi. Já, Hrafn Davíðsson er í marki Fjölnis. Aðri leikmenn Gunnar Valur Gunnarsson, Viðar Guðjónsson, Kristi Freyr Sigurðsson, Jóhann Óli Þorbjörnsson, Ágúst Þór Ágústsson, Illugi Þór Gunnarsson, Atli Már Þorbergsson, hann er á bekknum fyrir geði, Bergsveinn Ólafsson, Ottó Marinó Ingason, Aron Sigurðarsson og Guðmundur Karl Guðmundsson. Það er að rangstaða sem er Jón Gísla Ström. Í liðinu Þorsteinn Einarsson markvörður þeirra. Aðri leikmenn Axel Kári Vignisson, Karl Brynjar Björnsson, Guðjón Gunnarsson, Kristján Ari Halldórsson, Rannver Sigurjónsson, Sindri Snær Magnússon, Jón Gísli Ström, Haukur Ólafsson, Jóhann Björnsson og Chris Vorenkamp sem er í miðvörunum í stað Halldórs Arnarssonar sem að tekur út leikbann, líkt og Árni Freyr Guðnason. Báðir búin að næla sér í rautt spjald hér í 2 fyrstu leikjum. ÍR báðir fyrir kjaftbúk. Já, 3 mínútur og 20 sekúndur liðnar með að svo markalaust. Liðin að þreifa hvort öðru eins og máttuðlega í byrjunleikja. Írningar reyna hér langar spilnu fram með það gengur ekki upp í þetta skiptið. Það er löngsending á móti. Eiga vel við þetta Karl Brynjar Björnsson hérna með boltan og vinna boltan strax. Ottó Marinó getur fengið boltan aftur þarna, nei, en fær hann þarna, kominn í dauðafæri en kingsar og dæmt hendi á hann. Já, það var ágætlega spilað. Kristinn Freyr Sigurðsson hérna reyndi sendingurinn fyrir ágætlega sendingi á honum, en Ottó ætlaði að taka boltan í fyrsta, hitt hann ekki. Karl með spilnuna fram.
Gunnar Valur vandan á vaxinn og þeir taka bolta niður. Fjölnismenn. Jóhann Óli Þorbjörnsson hérna vinstri bakvörðunum. Nú boltanum aftur að Bergsveinn Ólafsson miðvörð. Já, getur pressa hérna Heyringum vinna boltan en Jón Gísli Ström þarna aðleit. Það var að Gunnar Valur með boltan, langa bolta fram. Fyrirgjöfin, fínasti bolti. Aronni fylgist mér. Það er Jóhann. Ágúst Þór. Jóhann aftur. Já, ágætlega spila Guðmundur Karl. Það gengur ekki í bjónum. En Fjölnismenn öll völd á vellinu þessa stundina. Já, ágætlega að spila hérna einna sterninga fótbolti og já, það er aukaspyrna dæmd. Brotlegur Illugi Þór Gunnarsson og vinsamlega spilnum að róa sig af Valgeiri Valgeirssyni dómari leiksins. Aðstoðarmenn hans eru Guðmundur Valgeirsson og Ólín Njáll Ingólfsson. Það var að Þorsteinn með aukaspyrnuna. 6,5 mínúta liðin en þá markalaust. Já, ágætlega gert þarna. En rangstaða. Já, Guðjón vann boltan á miðjunni en rangstaða á Kristján Mara Halldórsson. Já. Það sé ekki miklu mun að vinna boltan hérna á stórhættulegu stað og hæglega geta gert sér matur þessu. Já, fínir sprettir hérna í Otto. Nei, Aron var þetta, Aron Sigurðarsson verið gefið. Já, að vinna í Heyringaboltan, Kristján Ari. Já, Jón G. Ström, glæsileg sending frá Rannveri Sigurðarssoni en Rattaveson fljótari þarna og bjargaði þessu. Já, Íringar sína ágætis tilburði hérna. Það er langabolti fram. Kristinn Freyr. Það heldur boltanum vel. Það var Otto. Það er enginn þarna til að mæta þessu hættuleg sending inn á marktegin en vantaði árásuna þarna hjá Guðmundi Karli Guðmundssoni. Fjölnismenn vinna þetta úr innkastinu. Ágúst með boltan tilbaka á Gunnar. Já, það er Viðar Guðjónsson. Jóhann Óli. Já, í miklum vandræðum þarna að tapa boltanum. Það Rannver ekki með nú vandaða sendingu. Þá kemur boltinn á Viðar sem vildi fá hann á hann líka. Það gerir hann. Jóhann með honum til hjálpar. Fær boltan og dettur en Viðar bergar honum. Já, það fyrir allavega eftir í öftustu vílunni. Bergsveinn og Gunnar Valur spila sinna á milli. Já, Otto með reynisendingun út á kantinn, ágætis tilraun. Aron brotið á honum. Já, þeir taka þetta strax. Vel gert, Ágúst. Finnur Viðar. En hann er ekki að koma boltanum fyrir sig. Þorsteinn bekar þetta upp. Kemur Sindra Snæ hann í vandræði sem hann tapar boltanum. Glæsileg tilþrif hérna hjá Kristni Frey. Sjáu þið tækninni á drengnum, kominn inn á teginn. Hann er áfram glæsilegt
glæsilega gert rétt framhjá, frábær tilþrif hér. Þetta er 9 mínútur og 40 sekúndur. Glæsilegur einleikur hjá Kristni Frey Sigurðarsyni. Chris Vorenkamp átti ekki mögulega geðan þarna, en skotið rétt framhjá. Það hefði verið glæsilegt mark. Já, 10 mínútur liðnar af leiknum, en þá markalaust og þetta fyrsta færið. Sindri, Haukur Ólafsson, Sindri aftur og Jóhann Björnsson hérna út af hægra megin. Það er Rannver á miðsvæðinu. Já, Írringar áfram með boltan. Ég er hérna smá möguleika að gera eitthvað, nei, gengur ekki upp hjá þeim. Guðjón Gunnarsson hann ekki með nógu vandaða sendingu, og þá komið Fjölnis með hratt, en Þorsteinn Einarsson fær boltan í markinu og ekkert verður úr þessu. Chris. Já, hann finnur Karl Brynjar. Smá vandræði með að koma sér fram völlinni, svo kemur löng sending á Guðjón, en Bergsveinn gerir þetta vel og Fjölnismenn koma hratt. Viðar, Guðmundur Karl. Otto Marino reynir skotið, en þvæglast fyrir og svo kemur boltinn. Rangstæður þarna Kristinn Freyr. Það eru stórhættulegir, þeir eru ná að sækja hratt. Fjölnismenn. Leiknir og skemmtilegi leikmenn í þessu liði, ungir strákamargir sem að framtíðina fyrir sér margir hverjir. Og svo með reynsluboltan hérna Viðar. Fleiri reyndar fyrir að styðja við sig. Nú getur blanda á lið sem að getur hæglega að blanda sér í baráttunum að komast upp úr fyrstu deildinni í Pepsi-deildina í vetur. Ég er rétt að minna á það kannski að við erum með 4 leiki í beinni núna helgina, 2 á laugardaginn úr B-riðli og svo A-riðillinn heldur áfram á sunnudaginn. Við erum að gera tjekk á því. Dagskráin er að finna á síðun okkar, sporttv.is. Já, ágætis tilraun hérna hjá Fjölnir. Fyrirgefinn ekki alveg nú öflug. Beint í hendurnar á Þorsteini og svo kemur skyndiupphlaup hérna. Hérna getur skambast hætta. Kristján Ari gerir sér líklegan á marktegnum. Boltinn kemst ekki til hans og það er innkast sem að Írringar eiga. Já, töltir Axel Kári Vignisson upp völlinn. ætlar að taka innkastið. Það var það fyrirgjöfin, það er enginn þarna, enginn Írringur þarf að segja. En þá hefur Fjölnismenn á að bæja hættunni Viðar. Hundum með honum. Nei, Guðmundur þarna er þetta að tapa boltanum. En hann
bergar félaga sínum og Fjölnismenn skipta yfir til hægri. Reyna þaðan. Viðar. Otto. Sendinguna út til hægri. Aron. Það ekki að leggja boltan fyrir sig og hálið Ýringar. Það er bara þarna á miðsvæðinu. Og Ýringar missar svo boltan út af innkast. Hæra með við miðlínuna. Bergsveinn. Já. Ekki nú vandað. Boltinn út af. Já, það var það. Fjölnismennirnir áfram. Ágúst. Mjög boltanum til hægri. Já. Illugi Þór Gunnarsson hérna. Mjög boltanum með Bergsveinn Ólafsson. Já, Viðar býður sig, fær boltan og reynir svo sendinguna á teig en Kristinn Freyr fór ekki í hlaupið og sendingin þess utan allt og löng. Karl og Chris. Þannig að Jóhann með sendingunum tilbaka, ágætis pressa hjá. Flottur snúningur hérna á Hauk Ólafsinni. Gefum boltanum á Kristján Ara, nei, hann tekur ekki við honum. Já, Kristinn. Nei, finnir ekki samherja. Kristinn til boltan á Jónki Ström. Vel varist þarna við Illuga. Og Karl vinnur Jón. Já, vel gert í honum. Kristján. Og Rannver Frýr, já, nei, rangstæður hann. Já, tæft var það með síndist en ekki að segja þetta hefur rétt. Línuvörðurinn í það minnsta betur staðsettur til þess að sjá þetta heldur en ég. En ágætið sprettur hann í Ýringum. Þeir eru búin að sína nokkur sinnum við þessum leika. Þeir geta þetta hæglega og segja þetta er svona það jákvæðasta sem maður hefur séð til Ýr á þessu móti til þessa. Hvað sé að best spilandi sóknarleikur þeirra til þess að þessi rauðu upplöf sem þeir sýnt þessar fyrstu 18 mínútur leiksins. Þá fyrir bolti hérna út á Aron og hann með fyrirgjöfuna. Þannig að skiptir kantið Guðmund Karl. Kristinn. Já, Kristinn voru kamp hann. Það er að halda hana frá þessu þetta skiptið. Já, Viðar vildi fá handið þarna og Guðjón fekk ekki en ná boltanum strax aftur. Og Aron Sigurðarsson leitar á hægri fótinn og sendir svo fyrir, fínasta fyrirgjöf. Guðmundur Karl ekki alveg tilbúinn í þennan bolta. Kristján Ari. Já. Haukur Ólafsson hérna fær boltan, Kristján Ari aftur. Leitar hér að Guðjóni, boltinn aftur fyrir hann og Bergsveinn Ólafsson kemur með þetta út úr vörninni. Finnur Guðmund Karl og hann finnur Viðar Guðjónsson. Kristinn og Guðmundur aftur. Já, getlega gert hjá Fjölni, spila út úr þessu bara rólegheitum. Skipuleggja sig svo og það verður þeir gera næsta árás. Langur bolti frá Gunnari hér út til hægri. Nei. Viðar náði þessum bolta ekki og þá komu Ýringarnir.
ágætlega gert þarna hjá Sindra Snæ, Chris Vorenkamp hérna. Sindri, þetta var ekki sjálfgert honum, en Karl bjargar honum með að hvað, nei, Aron finnur Kristinn, hann leitaði aftur að félaga sínum, en Karl Brynjar varðist vel þarna. Það var Jóhann Björnsson, Kristján Ari og Guðjón. Kristján aftur og hann leitar að Jóni. Kemur Jón Gísli hérna upp í vinstra megin. Tveir leikmenn komnir inn í teiginn. Sindri Snær hérna fyrir utan með skotið, en það er yfir. Ágætis tilraun. Viðar Guðjónsson segir hérna fyrirmæli til þjálfarsins Ásmundar Arnarssonar. Klaufalegt hérna hjá Fjölnismönnum, missa boltan út af. Þetta var hættuleg sending tilbaka, en Chris Vorenkamp gerði þetta vel. Fyrirliði Fjölnis þarna í dag, Ágúst Þór. Sendingu niður til hægri, fá innkastið. Kristinn ekkert að bíða eftir Illuga og tekur þetta bara sjálfur. Nú Guðmundur Karl með honum. Fallega spilað. Illuga kemur hérna. Finnur Guðmund, en Íringar vinna þetta og geta núna sótt hratt. Kristján Ari. Nekli boltanum í Rannver og hefur ekkert á þessu. Rannver hefði ósvikið mátt tæka spretnin fram og hafði Kristján vantarlega geta fundið mennina hérna hægra megin sem voru 2 á 1. Innkast sem að Fjölnir á slakt innkast reynilega og Íringar konum með boltan. Haukur finnur Rannver, hann með sendinguna í 8 vítategnum, en þetta er vel gert. Rafnir Davíðssyni, Gretar Dörgi og kemur Aron hérna, en slögg sendingi á honum. Rannver vinnusamur vann þetta og Þorsteinn með spyrnuna fram, aðþrengdur og innkast sem að Fjölnir á. Ágætlega leikið hérna inn á miðjunni hjá Jóni og Guðjóni, en svo er það sendingin, hún er oflöng. Rannver með hana. Vantar herslumuninn. Íringar ná að nýta þessi hljóðefli sín og skapa sér eitthvað færi. Þeir gera þetta býsna ágætlega, þannig að verjast nokkuð vel og fyrir utan þetta eina færi sem að Kristinn Freyr skapaði sér sjálfur með leiknum sinni. Það hafa Fjölnismenn ekki skapað sér mikið og Íringar skeinu hættir hraðablöfurnum. Fellur Guðmundur Karl og Illugi Þór var þetta sem féll þarna og fær innkast. Þess fyrirgjöf þarna, en Chris fljótastur átt að sjá þessu. Ágúst. Og hann rækir okkur hérna á Fjölnismönnum, þeir að leita aftur í öftustu vílinu. Bergsveinn. Gunnar Valur
Nei, þetta gengur ekki upp. Írika vinna boltan. Já, en Rannver hérna laður á stað í sprettinn. Hann sendi ekki koma, hann sá aldrei boltan þegar hann voru seint. Ágúst með kiptingun út til hægri. Ágætlega gert hjá Axel Kára að skalla þetta innkast. Hérna er Kristinn Freyr. Illugi með honum úti en Kristinn reynir að gera þetta sjálfur og tapar boltanum. Illugi náði hann þarna. Og með fyrirgefina hvað endar hún og við höndunum á Þorsteini Einarssyni. Hann er fljótur að koma þessi leik, það er Jón Geirström. Hann tekur að sprettinn, ösku fljótur. Já, ágætlega gert hjá honum en velið sig að Fjölnismönnum reynsluboltinn. Gunnar Valur sá við þessu. Já, 26 mínútur liðnar í leiknum. Hann þá markalaust og Írikar hann hafa verið heldur sprækari sóknarlega síðustu mínúturnar og Fjölnir sé kannski meira með boltan. Já, Aron og Viðar. Já, ágætis tilraun hjá honum en beint á Axel. Það fær ágætis tíma til þess að ákveða hvað hann ætlar að gera. Jón, hann skilur svo Þorstein markvörð. Já, sýnasta spilumennska hérna hjá Íringum kemur Sindri Snær. Finnur Kristján Ara. Já, frábærlega varist þarna. Gunnar Valur er svo klettur þarna í vörninni stöðvað þetta og endanum brotið á honum. Það er það Fjölnismenn. Það er að reyna að teima Íringana framar. Írringarnir þéttir hérna megin vallarhelmingi, reyna að loka svæðum. Og hérna glemmaði sér eitthvað, nei, hann er rangstæður, hann Aron Sigurðarson. Það hlaut að vera og Fjölnismenn ætla að gera skiptingu. Viðar Guðjónsson kemur út á og Maron og Þór Jakobsson kemur í hans stað 29. mínútu. Já, spurning hvort að hvað sé ángra Viðar, hvort það sé meðsli eða það sé einfaldlega bara sprungin, hann liggur hérna á bakinu. Getur vel verið að hann sé bara að hlaupa sig í form og ráða ekki meira en hálftíma. Það fætunar upp í loft. Það er að koma tilbaka til meðsli. Það var það Guðmundur og Illugi. Ágúst hérna opið allt hérna vinstri megin, leita aftur til hægri. Reyna fyrirgefina. Það gengur ekki hjá þeim og Írikar ná boltanum. Já, Gunnar Valur vilja fá hendi í Írringarnir og í staðinu komið dauðafæri hérna. En skotið rétt framhjá. Aftur var það Kristinn Freyr, haggangsharður. Búinn að fá bæði færi Fjölnismanna en skotið hjá honum framhjá eins og áðan.
Já, Írringarnir hér með innkast. Gengur ekki. Kristján Ari. Já, vel varist þarna hjá Ágústi. Já, Chris gerir þetta vel. Já, látaði boltan skoppa á fylgismenn á honum, Marino og Kristinn. Glæsileg tilþrif. Aron með honum, hvað gerir Kristinn? Finnur Aron eða hvað? Það er ágætlega varist. Axel náði að þvæla styrri þessu og Chris pikkaði þetta svo upp. Komið svo frá Rannver. Guðjón. Já, ekki rangstæður. Jón G. Ström er ekki rangstæður. Kemur hér inn á teginn. Kristján með honum. Reynir skotið en það er beint á Hrafn Davíðsson. Greip þetta sjálfsögðu auðvitað. Já, aukaspyrna hér sem að Fjölnismenn fá á miðjum vellinum. Fjölnismenn reyna hérna eins og svo ofta að vera að teima Írringarna framar og svo kemur löngsending frá Bergssoni. Kristinn með þessum bolta. Aron með honum. Já, það gerir Aron þarna með skotið. Það er víðsfjari. Engin hætta af því en ágætis tilraun engu að síður að gera að reyna þetta þarf að segja. Já, ekki mörg færi sjálfur sér í þessum fyrir hálfleik til þessa. 32,5 mínúta liðin á honum en engu að síður sæmilegasti fótbolti. Liðin er að reyna að spila fótbolta, halda honum niðri og blanda þessu reyndar. Senda langa sendinga þegar það á við líka. En alltaf er það markvisst. Hann og Bergsveinn. Já, duglegir að skipta hérna á milli miðvarana og þreifa á köntunum. Hvað sé best að fara? Já, nú er búið að brjóta þetta upp og það myndast pláss hérna vinstra megin. Guðmundur Karl gerir rauninni minnstu galopinn hérna. Jóhann Óli vinstra megin en þeir náðu ekki að nýta sér það. Og svo slökksending út úr vörninni og Írringar eiga séns. Hendi. Jóhann á Karl. Það er Jón Gísli. Rannver og Finnur Sindra Snæ. Já, það er Jóhann. Haukur hérna út í hægra megin. Það er smá plás til að vinna með 1-1. Nei, kemst ekki fram hjá Jóhanni. Þá koma Fjölnismenn. Guðmundur Karl, það reytar Aroni en gengur ekki upp. Það var Chris með langa bolta fram. Bergsveinn Hurakur þarna og skallar þetta. Áfram með þetta segja þeir Marino. Boltan til vinstri. Ágúst að drífa sína menn áfram. Eiga til að staldra svolítið á boltanum og
hinkra staðis að fara árás og finna næsta menn strax. Og Ýringur tekst í hansi vel að koma sér aftur fyrir boltan. Já, Jón Gísli. Rannver Axel sem maður reynir langa sendingu en hún misheppnaðist. Þeir af utanverðu fætinum út af innkast. Langur bolti fram hérna en Axel skallar innkast aftur. Já, Kristján Ari. Langur bolti fram, þetta var ekki neitt. Þá kom maður. Já. Fjölnismenn með langa sendingu. Já, þetta fer yfir varnarlínuna. En vel gert af Þorsteini rétt á undan Guðmundi Karli þarna. Já, mátti ekki miklu muna. Það var það. Ýringar. Jóhann. Og Chris. Og Haukur missir boltan út af. Gunnar Valur heitluði með honum. Já. Tók hann Kristinn á sprett en náði ekki boltanum. Já, Krist með boltan á Karl Brynjar. Það var búið að hægja staðins á þessu síðustu mínútur. Liðin í miklum vandræðum með að skapa sér einhverja hættur. Og spurning hvort séu fann að bíða eftir hálfleiknum, ég veit ekki, það eru 7 mínútur ennþá til hálfleiks. Að því keppnu að uppbóta tími verði algjörlega lágmarki eins og reikna með. Hálf mínúta eða svo. Spurning hvort að liðin vilja fara að endurskipuleggja sig. Ekki alveg gengið að skapa sér færin. Fjölnismenn fengið 2 þokkaleg færi. Og Ýringar verður svona við það. Búið sér til eitthvað stöku sinnum en lítið er það. Já. Fyrir að spila boltanum aftur í öftustu vílinu og Ýringar vinna svo boltan eða eitthvað, nei. Ágætlega gert þarna Illugi. Vinna boltan á hættulegum stað og kemur sendingin frá Marino sýndist mér. Og Otto Marino með skotið, það er framhjá. Og það er markspyrna frá marki Ýringa. Þorsteinn. Já, Otto
Boltan hérna sendingin hjá honum ekki alveg nógu góð, Sindri Snær. Já, Jón Gísli fær innkastið. Jóhann hérna alveg galopinn hérna með hægri bakgrunum, fær boltan. Já, Kristján Ari, nei, tapar boltanum, hann gefur marknum. Hann kemur Guðmundur Karl. Með hellingstíma, en þetta var ekki nógu vel gert hjá honum. Chris Vorenkamp gera þetta aftur á móti býsna vel, vann boltan auðveldlega. Kristján Ari, ekki nógu góð sending frá honum. Gunnar Valur með þetta allt undir kontról. Það var Kristinn Freyr. Allt og föð sending svo. Aron Sigurðarsson. Allt og löng sending fyrir Aron Sigurðarsson, það sem ég ætlaði að segja. Og markspyrna frá marki hér. 4 mínútur til leikhlés. En fá markalaust og nokkuð tíundalítið í leik sem hann fór ágætlega staðreyndar. Já, Otto með sendinguna inn fyrir vörnina, en hún er löng. Það er aðeins hugmyndaauðgið í þetta hjá liðunum þessa stundina. Já, þetta er vel gert hjá Hauk og Jóhann. Hann með fína sendingu eða hvað, nei. Gunnar Valur er með þetta allt saman þarna. Í öftustu víglinu. Og engum vandræðum með þetta. Bergsveinn gefur boltanum hérna illuga. Það var Aron. Nei, hann tapar boltanum. Sindri. Og Haukur. Hérna Kristján og Haukur aftur. Já, en einu sinni Gunnar Valur sem stoppar þetta. Og sér svo að koma boltanum á öruggan stað. Vel gert hjá honum. Já, flottur sprettur hérna hjá Aroni. Villu með honum. Hann með fyrirgjöfuna. Já, Guðmundur Karl og það er fyrsta markið eða hvað. Já, hann kemur hér á 43. mínútu. Markamínútuna Bjarnarfjall. 1-0 fyrir Fjölni. Já, það þarf ekki meir en eina öfluga skyndisókn og afskoraru. Flott tilþrif hjá honum Aroni Sigurðarsyni hérna út á hægri kantinu sem að skóp þetta mark. Sýndi flotta tækni. Átti svo þessa eitruðu sendingu inn á tegin og ágætlega afgreitt hjá Guðmundi Karli. Svona ekki kannski ekki allra besta hérna. En það er ekki spurt að því. 1-0. Við fengum markið innan fyrir hálfleik. Og Teitur Mýringa heldur betur upp í vegg. Þeir verða að vinna þennan leik allir sér að komast undan úrslit. Spurning hvort að það hefur kannski verið einum og mikið fyrir þetta lið. Ætla sér þangað, en maður hlýtur ætla það og liðin ætla sér þangað. Já, hættuleg sending hérna en Þorsteinn gerði þetta vel með boltanum kassan og Karl Brynjar pikkaði þetta upp. Já, Kristján fellur boltan. Marino, Aron. Nei, Kristinn hefur vantarlega að tala sig verið rángstæðan og ekki þessum alltaf þessa sendingu. Já. Það er aukaspyrna sem Mýringar fá hérna, 20 sekúndur eftir að venjulegu leiktíma fyrir hálfleiks.
1-0 fyrir Fjölni, markið á 43. mínútu. Þegar leikurinn hafði dottið aðeins niður, fengu þeir eina góða skyndisókn og gerði þetta býsna vel. Já, Axel. En sendingin ekki nógu góð. Já, hann komur út úr stöðunni sinni, en hvað? Nei, Guðmundur tók ekki boltan, Marino náði honum ekki, en Fjölnismenn vinna boltan strax aftur. Aron. Kristinn með honum. Já, Axel lesi þetta auðvitað, en Kristinn nær boltan í jafnharðan. Já, Axel að fælast vel fyrir þeim hérna. Það var bara uppbót á tíminn eftir fyrir hálfleik. Það verður ekki mikill. Ein skipting og 1 mark. Öðru leyti stoppaði leikurinn allan eitt. Já, Ágúst reyndi skotið, fær boltan aftur. Villíði með sendingunum á teig. Nei. Guðmundur Karl þarna, markaskorarinn aðgámsarður, en gekk ekki upp. Langur bolti fram. Jóngi Ström. Nei, hann má ekki marknum. Vel varist hjá Fjölnismönnum og það eru síðust andartök fyrir hálfleiks. Staðan 1-0, Fjölni í vil. Guðmundur Karl með markið á 43. mínútu. Skellum okkur í auglýsingar hér í hálfleiknum og komum svo með seinni hálfleikinn af Vörmungsspori. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Disney kynir stærstu teiknimynd ársins. Ævintýralegur flótti, Tangled. Allir hestar kóngsins og allir hermenn kóngsins. Get ekki fengið hana aftur upp í turninn. Æ, svona nú! Ævintýralegur flótti. Fyrirgefðu. Frumsýnd 21. janúar. Ískápar. Heldur betur. Max. Harðviðar Val hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðar Val. Þegar þú kaupir parkett. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Yep.
Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Boltinn í beinni
Komið sælir aftur áhorfendur góðir. Hálfleikurinn liðinn hér í Egilshöllinni og það er að styttast í að seinni hálfleikur hefjist hérna. Það er skiptinga sjálfsögðu eins og alltaf hér í Reykjavíkurmótinu. Því að Bjarni Gunnarsson, stórefnilegi leikmaður Fjölnis, er að koma inn á. Hann er rétt að verða 18 ára gamall. Leikmaður númer 11 og geta að gefa honum gaum. Og hérna kemur Atli Már Þorbergsson inn á. Næst ári eldri. Já, í kemur Stefán Þór Pálsson. Hann er ekki nema 15 ára gamall. Sá hreif mig hér daginn þegar hann kom inn á og spilaði. Man ekki hvað voru margar mínútur en ekki voru það margar. Stóð sér býsna vel. Góða spretti. Hverju fór út af? Já, það kemur í ljós. Reynum að sjá það hér. Liður á leikinn. Hann er í það minnsta hafinn. Staðan er 1-0 fyrir Fjölni. Það hefði ekki verið Haukur Ólafsson sem að fara út af ír megin. Sýnist það svona fljótt á liðið. Og Stefán Þór tók hans stöðu. Já. Það er það Fjölnismenn hér. Kristinn líflegastur í þeirra liði fyrir hálfleik. Býsna góður, býsna flinkur og skemmtilegur leikmaður að horfa. Já, ég er ekki að byrja þetta krafti hérna. Og náður að... Nei. Stefán varamaðurinn sjálfur ungi var þetta sem var aðgáðsarður þarna. Það gekk ekki upp. Já, Aron hægra megin, Kristinn sér hann ekki. Og aukaspyrna, já, sem við fá á hættulegum stað hér. Ágúst og hér er Gunnar Valur. Já, gekk ekki hjá honum. Sindri Snær, Axel. Hann með fyrirgjöfuna en já, hann tekur örugglega Hrafn Davíðsson. Sýnist Guðmundur Karli það minnst að hafa farið út af Fjölni. Atli Már fer komin í miðvörðun og Gunnar Valur á hægri bakvörðinn. En Illugi fór hann á miðjuna. Otto maðurinn og ætli hann sé ekki farin út af með sínu stað líka. Aukaspyrna hérna. Já.
Netto náði ekki að setja mark sitt á fyrri hálfleikinn í það minnst ekki sóknarlega. Guðmundur Karl sömuleiðis séð að spila betur. Já, hérna kemur Bjarni gulu skónum sínum. Já, vel varist Chris Morenkamp með þetta með allt á hreinu þarna. Kristján Ari með fína snúning. Sendir Jón áfram, já, fínasta sending á hann og hann hérna á móti Gunnari. Gunnar Valur átt frábæran leik hérna, frábæri miðurinn í fyrri hálfleik og gerir þetta býsna vel. Hleypir unga strákunum ekki fram hjá sér. 17 ára gamallan Jón Gísli hérna úti vinstra megin. Áræðinn og flottur strákur. Ja, það þarf meira þess að fara fram hjá Gunnari Val. Já. Guðmundur Karl sem var tekinn út af hérna í hálfleik. Náðan þó að hann ekki spilaði sinn besta leik, þá náðan þó að skora eina mark fyrir hálfleiksins. Þetta er frábæra tilbúið hjá Aroni Sigurðarsyni út á hægri kantinum sem lagði það mark. Hann skilur það þó eftir sig í þessum leik, það er ekki spurning. Nei, Guðmundur Karl er þarna vinstri bakvörðunum, já. Það var Jóhann Óli Þorbjörnsson, vantarlega sá sem hefur yfirgefið völlinn. Það er svona menn hönd hérna úr hverri stöðun á fætur annari. Þetta eru félagið drengir hjá honum Ásmundi, það er ekki spurning. Þarna er Guðmundur Karl í baráttunni, missir Stefán fram með sér en boltinn út af. Það var sem sagt Jóhann Óli Þorbjörnsson sem fór út af í hálfleiknum. Svo það sé á hreinu. Ágætis fyrir hálfleik eitthvað síður. Það minnst að varnarlega. Ekki mikið lókn fram að þér svo sem. Spurning hvort að það sé það sem Ásmundur er að leita með að setja Guðmund Karl í bakvörðinn. Hver veit. Já, og langsending hérna. Þorsteinn kemur sér strax í leik. Chris með nokkra spyrnu hérna fram að berga því að boltinn fær út af og svo kemur lögspyrnu tilbaka. Eitt sérstaklega markvisst ákvarð þessa stundina. Já, ágætlega spilað hérna Þorsteinn og Chris og Sindri Snær. Já, reyna einhverju hluti sem hann á ekki að gera þarna og Kristinn með sendinguna. Já, út til vinstri og ágætis fyrirgjöfun. Aron hittir boltar ekki nógu vel allt og fyrir undir hann og setur hann hátt yfir. Já, en hvað síður sæmilega gert þarna. Maran og Þór Jakobsson sýndist mér með fyrirgjöfuna. Kom inn á í fyrri hálfleik fyrir Viðar Guðjónsson sem að sprakk á hálftíma. Já, Jón með sendinguna Rannver. Nei, það var þarna hjá Atla Má. Miðurinn Munga kom inn á í hálfleik.
sendingunni fyrir vel varist hjá Atla Má. Góð innkoma hjá honum. Kristinn Freyr þarna, já, fær boltan aftur eitthvað og fær vantarlega aukaspyrnuna. Nei, er dæmdur brotlegur. Nei, hérna. Það var að Sindri Snær. Kristján Ari. Þrælflingur, leiðist ekkert að sína það. Rannver. Já, sendingin honum alltaf löng og Hrafn Davíðsson grípur þetta öryggi. Sjáum að Írikar eru mun framar heldur en þeir voru í fyrri hálfleik, enda þurfa þeir að jafna. Spurning hvort að Fjölnismenn nái að opna þá eitthvað hérna. Það er ekki þessu tilfelli, Rannver. Já, ágætlega gert hjá honum. Það slöpu Aroni og hann náði ekki að gera sér mátur þessu. Það er Guðjón. Já, Kristján Ari. Stefán, en hann kemur boltanum ekki á samherja. Já, langur og góður bolti hérna á Bjarna. Hann finnur Aron. Og Hundi segir nei, ekki Valgeir sammála því og Bjarni, en skotið er vel yfir. Já, að gera að reyna þetta samt. En ekkert sérstaklega fast og Bjarni ekki miklu jafnvægi endilega þegar hann skaut. Já, Jón Gísli Ström að koma út af. En þá kemur Elías Ingi Árnason. Það var ekkert sérstaklega sáttur við að það verið skipt út af, en það var ekkert að vera það. Spurning hvað Elías Ingi getur komið með hérna inn fyrir Írika. Já, Bergsveinn vann hennan skallabolta, sterkt í honum. Guðmundur Karl. Já, finnur Bjarna. Hvað gerir Bjarni? Hann fer með boltan, kemur honum inn í teginn. Já, gekk ekki upp hjá. Já, þeim voru ekki nálægt í. Já, Hrafn Davíðsson. Já, það vinnur innkast. Skrautlegt að sjá. Það geta verið stórhættulegt, en hefnin með honum. Komir hérna einhverja skoðaferð og þeir eru náttúrulega að láta bakverði sjá þetta. Sparkar svo í andstæðing, en hefnir með honum boltinn út af. Það var að Fjölnismenn reyna hérna misjafna skiptingu, en Kristinn Freyr vinnur boltann, fær hann aftur og notar samherjana vel. Gunnar og Aron. Axel Kári til varnar. Já, sjáu tæknina á stráknum, glæsilega gert. Komin í ágæti stöðu hérna og boltinn út á Marino, en kemur skotin ekki í gegn. Þá koma Írikar. Guðjón. Já, kemur boltanum aftur út til hægri. Og Stefán, er þetta ekki Sindri Snær að brotið á honum? Á stórhættulegum stað. Já, þetta er tækifæri. Kristján Ari ætlar að spyrna á. Guðlaugur Baldursson, þjálfari í kallar skiljum einn eftir. Axel Kári einn hérna eftir, allir aðrir hvítklæddir
Írringar komnir upp á tegnum. Kristján Ari ætlar að skjóta, skýtur beint í vegginn. Boltinn fyrir Guðjón Gunnarsson en skotið hjá honum framhjá. Ekki gott skot viðsveri. Ekkert var úr þessu. Stórfurðuleg sending hérna hjá Guðmundi og heppnin með honum í rauninni. Atli Már bjargaði því að þarna færi illa. Chris gerir þetta ágætlega. Axel sýnir hérna ágætistækni og færingastið. Axel með innkastið. Guðjón Gunnarsson, vel gert hjá honum, kemur svo Chris Orenkamp og hann leitar út til hægri. Vel gert hjá Jóhanni. Það var að Stefán. Og fyrirgjöfin en þetta skallar Bergsveinn í horn. Andri Björn, 0. Kristján Ari með hana, hornspyrnuna þar að segja. Og hvað? Karl? Nei, Karl Brynjar átti skotið en það var framhjá og það var einskiptingin í viðbót. Það er það Egill Gautur Steingrímsson sem er að koma inn á fyrir líflega Kristinn Frey Sigurðsson. Flottur leikur hjá Kristni. Og Egill Gautur það er núna að láta ljósið skína. 19 ára gamall. Hérna fjölmörgum bráðmjörnum strákum í þessu Fjölnisliði. Ekkert nema ungi strákar nánast inn á vellinu hjá þeim. Ótrúlega gott starf unnið í Grafarvoginum, unglingaþjálfun. Írringar hérna sækja vinstri. Fyrirgjöfin gekk ekki upp og glæsileg tilþrif hérna hjá Aroni. Og Marino finnur Bjarna Gunnarsson. Hvað gerir hann? Með fyrirgjöfina. En frábært útlöp hjá Þorsteini Einarsinni. Vel gert. Og hann fljótur að koma boltanum í leik. Það er Kristján Ari. Rannver hérna úti. Þannig að hann hleypur ekki inn svona eftir þessu. Gunnar Valur fær þetta bara á hljóðnappana. Og það er fljótir að ná valdi á boltanum. Illugi. Fýtt bolti á Bjarna. Hvað gerir Bjarni? Hann fer sjálfur en Karl Brynjar gerir þetta vel. Hefst í boltan og það er hornspyrna. Nei, ekki hótnunu segir Guðlaugur, ekki skiptingin. Það var búinn að biðja um. Kemur vantilega næst. Það er Aron Sigurðarsson sem tekur hornspyrnuna.
setur þetta á nærstöngina. Það er galli frá Íringum og taka þetta hérna fjær Fjölnir. Já, vel gert hjá Íringum. Þeir komast út og svo er það hendi að Bjarna og hann fær í það minnsta tiltal á Valgeiri. Nei, guldspjald er að tók boltan viljandi með hendinni. Ég held að það sé engin spurning. Og nú kemur vandalega skiptingin hjá Íringum. Já, tvöföld skipting. Andri Björn Sigurðsson á kominn á og Elvar Lúðvík Guðjónsson líka. Og út að koma Guðjón og Jóhann Björnsson. Guðjón Gunnarsson og Jóhann Björnsson. Þá er það Íringar bara einn varamenni þeir og það er varamarkmaðurinn Brynjar Örn Sigurðsson. Nei, Atli Þór Jóhannsson er ekki kominn inn að heldur. Tveir. Já, hérna löngsending á Aron. Þóttir finnur samherja. Chris boltan á Andra, hans fyrsta snerting. Elvar Lúðvík var náttúrulega hægri bakurinn fyrir Jóhann og Íringarnir Karl með langa bolta fram, beint í hendurnar á Hrafni Davíðssyni. Já, þetta er ekki beint. Þetta er tilþrif akkurat þessa stundina en er koma Fjölnismenn. Já, Egill Gautur hérna ætlaði sér ómikið. Hann fær boltan aftur hér, Illiði með honum. Sendingin ekki nógu góð. Brynjar las þetta. Þá komið Íringarnir hratt. Galopi hérna í miðunni. En vel varist af Bergssoni. Mega prýðilegan leik. Bergsveinn Ólafsson. Gunnar Valur. Vinnur Egil. En Axel Kári verst vel. Já, svona aðeins opnast. Menn er að hlaupa út úr stöðunum meira núna. En það er fljótir að koma sér aftur á sín réttu staði. Gunnar Valur og vann boltan. Ágúst Gunnar Valur. Vinnur Egil. Það er ekki marga valkosti, er engin hreyfing á samherjunum þarna. Hérna boltanum út til vinstri. Það er Aron. Hann er tekið niður og eða hvað? Nei, Díva er það. Dæmdur brotlegu sjálfur og fær væntanlega gulaspjaldið. Já. Reikna með því að Valgeir hafi verið með þetta allt á hreinu. Engin leið fyrir mig að sjá hvort það hefur verið snerting hérna eða ekki. Það sem ég stend.
Já, vel gert hérna hjá Illuga. Illugi að vinna sem hérna eftir að koma inn á miðuna seinni hálfleik. Gunnar á Illugi. Hann sendur boltann tilbaka á Atla. Atli Már. Það er hérna tíma á boltann og komið svo Gunnar. Já, fæl spila hjá þeim Agli og Gunnar, en Gunnar missir boltann aðeins frá sér og Karl Gunnar hann aðeins var að draga Gunnarum á orðið móður og svolítið setna komast þér aftur í bakvörðinn. Jæja, það var Aron sendir inn fyrir Egil. Það er greit Gautur, hann nær ekki alltaf sín á. Takk fyrir á Rannver og Sindri Snær hér. Hann verðist aldrei að þreytast. Þindalaus. Sindri Snær Magnússon. Hleypur mjög mikið. Mjög duglegur leikmaður. Já. Aukaspyrna hér sem að Fjölnismenn eiga 25 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Rétt 20 mínútur eftir þessum leik. Staðan er þá 1-0 fyrir Fjölni. Nú er ekki að skapa sér færi hér í seinni hálfleik. Sindri vinnur boltann einu sem oftar. Elvar. Stefán Þór fær hingastið. Karl með langa sendingu. Guðmundur Karl. Komst inn í hana. Ég er eitthvað komið hér aftur. Já, hættuleg sending hérna, Chris, hann bjargar þessu, vel gert hjá honum, en það var eitthvað að tókna við þetta, það fengi krampa bara. Sýnist það svona á teginu sem að já, leggst niður og vill fá einhver aðstóð. Það var vantarlega tegi á kalónu fyrir hann. Það er ekki mikla möguleika á að skipta hér. Írringar bara Atli Þór Jóhannsson. Á útispilurum eftir. Hann spil hvort hann eigi að koma. Já. Við sjáum til. Þetta er híkja upp hjá Fjölni. Kemur Ómar Hákonarsson. Gerir sig kláran til að koma inn á hjá Fjölni. Það er hérna síðasta korterið eða svo. Kristján Ari. Flotta sendingu. Stefán. Nei, hotspilna er það. Já. Stefán Þór Pálsson. Með skotið eða fyrirgjöfuna. Það hefði kannski mátt. Þann hefði nú verið að reyna að gefa hann, en það hefði kannski mátt dundra bara markið, kjörstöðu. En það er Kristján Ari með hornið. Já, það er skallaður höndunum á Hrafni. Írringar ná boltanum. En Bjarni vinnur hann hérna og fær hann aftur. Rundar hann áfram á Egil Gauta. En hann er hann ekki Elvar Lúðvík. Gerir það aftur á móti Rannver. Chris.
Það er Stefán Þór. Nei, hann er ekki að halda þessu inn á Guðmundur Karl náði að trufla nógu mikið til þess að hann misti boltan út af. Þá kemur Ómar Hákonarson inn á. Ágúst Þór Ágústsson kemur á leikvelli. Ómar Hákonarson margreyndur í þessu. Já, Guðmundur Karl með boltan. Aron heimtar hann hérna út í hægra megin undan galopinn. Hann kemur nú væntanlega í árásinni eða hvað. Hleypur inn á miðsvæðið. Finnur Bjarna Gunnarsson sem er kominn einn á móti markverði en það er varið í horn eða hvað. Nei, markspyrnu segir hann bara. Nú já, hann var þetta klárlega í horn. Já, markspyrnu segir þær. Það er einfaldlega rangur dómur. Þetta var augljóslega varið. Hann stóð dómarinn hefur ekki séð það. Dómarinn gaf uppalega hornið en treysti svo aðstáð dómarunum eins og hann ákvað sig að gera og hann hafði aftur ytterst fyrir sér. Þannig far Bjarni aftur boltan, aftur tækifæri. Finnur Aron. Ómar með honum. Ómar fær boltan hér. Þá er það Marino og hann missir boltan. Þá er Eiríkar tækifæri, langur bolti fram en sendingin afleit. Kristján Ari stóð allt annars staðar heldur en boltinn. Já, þá var það Fyllismenn enn og aftur. Og það er skot en varið Egill Gautur finnst mér þetta hafi verið með þetta skot, já. Þetta er kraftinn í það fyrir utan að vera náttúrulega beint á markmanninn. Já, Fyllismenn á boltan hérna, tapa honum eða hvað, já. Ómar þungur á leppanum hann finnst mér. Og aukaspyrna hér, Bergsveinn brotlegur. Brýtur á Elíasi Inga Árnasyni. En þá 13 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Staðan 1-0, Fjölni í vel. Ég er stefni 6 stigin úr 2 leikjum. Heldur sem horfir, Kristján með sendinguna. Og þeir fleita þessu sjálfur. Vjölunismennin er aftur fyrir. Heppnir hreinlega þetta fór ekki að ramman. Rannver Sigurjónsson ætlar að tæka hornið. Með frá vinstri. Snúa boltinn inn að markinu eða hvað. Nei, sendar þetta út í teginn. Það hittir engan og Vjölunismenn ná boltanum. Já, góð sending hérna á Aron og hann með sendinguna inn fyrir, glæsileg sending. Ómar Hákonarson, Bjarni Gunnarsson með honum, en sendingin ekki nógu góð. Það er stega svolítið langt með að vera komin í sitt besta form, en Ómar. En hann er að taka þessa spretti. Það er hæglega að geta ná 2-0 fórstu hana. Fjölnir á þetta engast. Finna hérna Ómar eða hvað, nei. Boltinn inn á út af strax aftur. Aron alltaf tilbúinn að elta lausu boltana. Feikilega duglegur. Reynir að stríða
Já, sendingin hérna inn fyrir. Og hvað, misskilningur. Elias nálægt í að ná þessum bolta og bolti verið aftur fyrir hornspyrnu. Já, klaufalegt hjá Fjölnismönnum. Kristján Ari flýtir sér að sækja boltan. Já, getið fyrirgefið og hvað? Þarna mátti ekki miklu muna. Þetta er ekki Chris Vorenkamp sem var þarna í færinu. Fá aðra hornspyrnu eftir Kristján Ari. Og aftur inn á tegin Rannver og það er mark. 1-1. 10 mínútur eftir þegar Rannver jafnar metin. Já. Það þarf ekki meir en eina hornspyrnu og það var skyndilega menn búinir að missa unninleik niður í jafntefli. En þetta voru tvær frábærar hornspyrnur hjá Kristján Ara sem að með grunna þessu marki. Fyrst náttúrulega færi sem að Chris komst í og svo núna þegar Rannver fekk boltan fyrir fætuna og það verður náttúrulega engin mistök, sett þetta bara í fjærhóttni sem var galopið. Hann verður að skora sitt fyrsta mark hér í eftir að hann kom til þessu frá Breiðablik. Þessu er ekki að koma úti. Nú þurfa ja, Kristján Ari fær hennar bolta og hvað? Nei, rangstaður. Já, löngsendi hérna frá Karliðan. Kristján rangstaður. Nú mögum við kannski að vona því að Fjölnismenn færi sig aftur aðeins framar. Freysti þess að sækja sigurmarkið. Það er súrt fyrir þá að þetta jöfnunarmark á sig að 10 mínútur eftir en ég ekki segja að þetta sé bara verðskuldað. Ég er ekki að vera hættulegir, voru sérstaklega hættulegir í fyrir hálfleik í skyndirsóknum sínum. Það fjara aðeins undan þessu en þeir hafa verið að svona fara svo upp á skafti hægt og rólega, farðu liðið sitt mun framar í seinni hálfleik og þeir uppskera hér með þessu fína marki. Já, verður það Karl. Axel læðist hérna upp kantinu, sendingin ykkur nákvæm á hann. Það var Marunó, sendingin út til hægri á Aron Sigurðarsson. Hann verður vinnur tilbaka en Bjarni náði að pota í boltann. Og aftur fyrir fóran. Það tegja sig svo mikið hann. Það þarf lendi yngri stjórn á boltanum. Það var Þórsteinn með markspyrnuna. Já, sending tilbaka. Þórsteinn kemur aftur fram. Já, það var ekki markvist hjá Bergsveini Chris. Bergsveinn skallar þetta, Guðmundur Karl. Já, missir boltan frá sér. Og Kristján Ari nær boltanum. Gott skot en vel varið hjá Hrafni Davíðssyni. Já, fínasta færi hér fyrir Kristján Ara og við vitum að hann getur skotið á markið, skoraði 2 mörk gegn Víkingum. Já, hérna er að færi Egill Gautur, getur hann klárað þetta? Nei, það er varið, skotið ekki nógu sterkt. Já, hann er að færast fyrir, þetta dauðafæri hérna báðum megin.
vonum að þetta haldi áfram þessar 6 mínútur sem eftir að venjulegu leiktíma og það er 2-3 mínútur sem að Valgeir bæti við. Já, Marino finnur Verna sem að hefur engan til að gefa á. Já, þá mátti reyna þetta en boltinn yfir ágætis hugmynd. Sindri Snær sýndist hraðlega framalega en það gekk ekki upp. Ómar í baráttunni fær ekki þetta eða hvað, jú, hann fær aukaspyrnuna. Það er Aron sem á að spyrna. 17 ára gamall þessi strákur, búinn að vera einn allra besti leikmaður vallarins í dag. Það er sendingin, já, ekki alveg nógu góð beint í hendurnar á Þorsteini. Þetta er kannski árásina sem erum að satna. Þetta hafi samt verið aðeins að framalega hjá honum. Þá er það Gunnar og Guðmundur Karl. Aron. Já, hann er tekið niður, það er ekki spurning. Rannver náði aðeins að poti í hann og nóg til þess að taka hann niður. Rétt mistaði boltanum og þá fær Aron annað tækifæri til þess að senda inn í teig. Allir stórumennir í liði Fjölnis komnir inn á teginn. Bara Bergsveit sem að situr eftir. Aron hann með skotið, frábært skot en vel var í hjá Þorsteini. Já, þetta var flott tilraun. Glæsilega varið líka vakandi í markinu. Einhverju markmenn hefði væntanlega stigið af línunni en ekki Þorsteinn. Náði líka að blaka þessu svona snirtilega yfir slána. Það var Aron með hornið. Guðmundur Karl hérna sendir þetta inn í teginn og hvað? Nei, náðu ekki að skalla þetta á rammann. Atli Már syns mér að þetta hafi verið skallaði rétt yfir ágætisfæri enn og aftur. Hvað er þessi fótbolti búinn að vera þarna þennan blessaða leik? Spyr ég. Það var ekki fyrir en staðan var 1-1 að maður fór að hressast. Hún bjóði upp á hvert færið að fætur öðru. Rannver. Kristján með honum vinstra megin. Rannver rennur. Og þetta er vel gert hjá Sindra Snæ. Alveg frábær þessi drengur. Rannver með sendingun inn fyrir. Og hvað? Nei, rétt fram hjá Andri Björn Sigurðsson. Við það að stela sigrinum hérna fyrir IR en skotið rétt fram hjá stönginni. Já, hérna, það eru færi fram og tilbaka síðustu 10 mínútur leiksins. Frábært alveg. Stórskemmtilegt að fá svona skemmtunni í lokin eftir hálfdauðanleik. Ómar nærða þessu, Þorsteinn undan honum vantarlega, já. Finnur Stefán Þór sem að fer beint í árásina, glæsilega gert. Stefán. Finnur Elías. Inga en hann er ástæður. Já, ágætis tilþrif hérna hjá Stefáni Þór. 15 ára pilt á kantinum. Finnur fær ingast. Og hvað? Skipting. Já. Geir Kristinsson fær hérna síðustu andartökin í þessum leik. Og þá kemur Guðmundur Karl Guðmundsson út af.
gerði eitthvað að viti, segir hann. Það var skemmtilegt. Hann hleypur yfir í vinstri bakvörðinn. Það Fjölnismenn, Illugi. Já, fínasta sending út. Bjarnar Gunnarsson fær hann boltan aftur, þetta er þröngt. En Marino kom inn á teiginn. Með Aron úti. Frábær skallið þarna, mikilvægur skalli á Chris Warrenkamp. Og Íreyringar vinna boltan. Og hvað, já, Sindri Snær að sjálfsögðu maðurinn sem að nær svo valda boltanum. Og róar þetta niður. Það er venjulega leiktími í liðin. Staðan er 1-1, bara uppbótartíminn eftir. Spurning hversu mörgum mínútum Valgeir bæti við. Ætli það verði ekki 3 ár. Svona meðbundið 2 mörg og fullt af skiptingum. Alla meira, væntanlega ekki minna. Já, það var að hotspinna. Spurning hvað gerist hér á fyrstu mínútu uppbótartímans. Skoruð eftir hotnaðan. Kristján Ari, frábær spinnumaður. Fín spinna. Fjölnismenn skalla þetta frá. Íreyringar ná boltanum aftur. Andri Björn. Já, hann fær innkast. Já. Rannver. Andri. Já, vel gert, finnur Stefán Þór. Vel varist og Fjölnismenn eiga boltan. Já, Íreyringar ekki sáttu við þetta. Já, Aron. Hörð barátta þarna. Boltinn hrekkur til Ómars. Já, fín sending á hann. Fyrirgefin. Ekki hittir hún gulklæddan. Aron, nei, þetta er engin aukaspyrna. Og það var Andri Björn. Elías Ingi. Þá Íreyringar að skapa sér færi hérna og stela þessu. Stefán. Hann er ekki að leggja boltan fyrir sig, sendur hann tilbaka. Og Fjölnismenn hreinsa í bili, Rannver. Hörku pressa hérna að marki Fjölnis. Það gerir Rannver, kemur sér í skotfæri og þversláinn yfir. Já, þarna munaði sentimetrum að Íreyringar hefði stólið stigunum 3. Frábært skot Rannver með baneitran hægri fót. Já, það vantar ekki fjörið í þetta stórskemmtilega síðustu 10 mínútur þessara leiks. Bæta svo sannarlega fyrir svona slaka leik sem við sáum fram að því, skulum orða það þannig. Hérna Gunnar Valur og Bjarni, hann fær hot. Já. Ekki mikið eftir þessu, kannski hálf mínúta. Valgeir farin að líta á klukku sína. Spurning hvort er eigið mikið eftir hotnið. Aron tekur hotspyrnuna frá hægri. Hittir hann kolluna samherja. Nei, Þorsteinn grípur þetta öryggi og þá er flauta til leiksloka. Já, frábær endir á þessum fótboltaleik. Fjölnis og ÍR, úrslitin 1-1. Verður ekki að segja þetta sé nokkuð verðskulduð jafntefli. Guðmundur Karl kom Fjölni yfir 3 mínútum fyrir leikli. Já, svo Rannver Sigurðarsson jafnaði metin á 80. mínútu og því fór 1-1. Fjölnir kom með 4 stig, öðru seti Ariðils eftir 2 leiki. ÍR náði sitt fyrsta stig í 3. tilraun. Eiga 1 leik eftir. Við komum hér aftur á laugardaginn, verðum með 2 leiki úr B-riðli og 2 leiki úr A-riðli á sunnudaginn. Fylgist vel með því. Guðmundur Marin og tæknimenn, myndatökumenn, Sport TV þakka kærlega fyrir sig. Þökkum fyrir áhorfið, verið sæl.
Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla.